Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Ég lagði nú smá auka púður í auglýsingu á þessari útsendingu hjá mér núna af því að ég var að pæla mikið í dag, allan dag, við erum alltaf að pæla í langan tíma. Og það sem ég er að gera er kannski það sem heitir á fræðimáli og á ensku wargaming. Það er þegar þú setur upp alls konar scenaríó og reiknar út hugsanlegar útkomur. Ef að við gerum þetta, hvaða viðbrögð koma. Þetta er sem sagt herfræðileg starffræði. Þetta hefur verið kallað á Íslandi sviðsmyndir. Eftir allt í einu fóru stjórnmálamenn fyrir 6, 7, 8 árum að tala sviðsmyndir. Og allt í einu voru allir farnir að tala hermannamál á Íslandi. En ég ætla semst aðalega að tala 2 sviðsmyndir með einni önnur sviðsmyndin er með smá vörtu. Fyrri sviðsmyndin er sú að stjórnvöld er ekki samansett af gráðugu fólki. Það er ekki elíta og fátækt fólk og ríkt fólk. Og þeir sem verða ríkir verða helst bara ríkir af því að þeir vinna svo mikið og þeir eru svo duglegir. Og öll þessi þróun sem við séum á Íslandi er mjög eðlileg og engin Íslendingur er í hættu og það er í raun ekkert merkilegt að gerast. Það er sviðsmynd númer 1. Og hún er alveg möguleiki. Og ég reyndar trúi ekki þeirri sviðsmynd en það er alveg möguleiki og eins og þið vitið þá vona ég sannarlega að ég hafi 150% rangt fyrir mér. En ég verð að vera trúr því sem ég er að gera og núna, akkurat núna, meira þessi mótmæli núna með vatnsbyssum er mjög hættuleg aðgerð. Og ef að þið að hugsa það eða eruð í þeirri aðgerð og sjáu þetta núna, farið þið strax heim. Það er verið að stilla ykkur upp. Það er verið að reyna að fá fólk, ég kalla það vélbyssufóður, niður á Austurvöll eða niður á lögreglustöð, eitthvað slíkt. Og þið vissu það að í árásinni í Árbæ þar voru hermenn viðstaddir. Og við vitum náttúrulega að erlendir hermenn vaða hér Íslandi eins og engins í morgundag. Þetta er sviðsmynd númer 2, ég búið með þessa númer 1. Og það sem gerðist í Úkraínu, það er verið að framkvæma svipaða taktík á Íslandi. Í Úkraínu fór fólk í mótmæli. Og það er þetta er ekkert bara einn daginn sem að fólk fer allt í einu bara í mótmæli. Þetta er framkvæmt með það sem heitir provocation, eða með ögrun. Og ef þið horfið á fréttirnar í dag, bara á fjölmiðlunum, þá er verið að ögra ykkur til þess að koma niður á Austurvöll eða eitthvað slíkt. Af því núna verðið þið drepin. Þið komið niður eftir. Og núna kemur allt á mjög stuttum tíma. Núna sjáðu ASÍ, forsetinn kosinn aftur. Þið sjáðu það þegar að bankamenn voru fyrir dómi, þá var dæmt bara, það var lokið málflutning á föstudag og dæmt á mánudegi. Allir saklausir, ekkert vandamál. Og síðan mun koma núna tilkynning að verðtryggingin stendur áfram, það mun bara dælast inn slæmar fréttir þá til að fólk trillist. Bara bylting og bylting. Bylting er fundin upp af elítumafíunni. Bylting er til þess að fá fólk út á götuna til þess að drepa alla. Af því að það er það er aðferðin við að
gera svona byltingar. Sko ef að her, og þetta innrás frá Noregi og NATO. Þetta ekki bara íslenska lögreglan og landhelgisgæslan, þetta erlend innrás líka. Og það einfaldlega of mikið af tilviljunum búin að eiga þessi stað undanfarið til þess að þetta sé eitthvað eðlilegt. Og eins og segi, það verður bara dælt í ykkur núna þannig að fólk tryllist, fer út að mótmæla og þá jafnvel bara einhverjir erlendir aðilar sem eru með byssur og þá getum við einmitt kíkt hérna á vopnalögin 1998. Sko ef að þið munum að þið sem sáum í síðasta vídeo, ég var að líkja mig við hérna á Dodgeball og sjálf var hann þar. Þetta hérna sem við erum á núna sem sagt skiptilyklafundur. Þið sem viljið ekki trúa þessari sviðsmynd sem í gangi núna, þið bara hættið að horfa núna og sættið ykkur við sviðsmynd númer 1. En þið sem ætlið að reyna að bjarga Íslandi og Íslendingum, þið eru semst mætt hér á skiptilyklafund í stíl við Dodgeball. Og kannski ég tala, já, það er svo mikið, ég veist náður, ég vona að þetta komist vel til skila, en þegar fyrirgefið mér að þetta kemur ekki allt saman rétt út. Þetta vopnalögin, sett 1998, þetta búið að vera í undirbúningi mörg ár sem að fara að gerast núna. Þessi lög, vopnalög, gilda ekki landhelgisgæslu, lögreglu, fangelsa eða erlenda lögreglumenn og öryggisvarða. Það þýðir að Blackwater, ef að Blackwater hringir í Harald Briem, eða Harald ríkislögreglustjóra, og segja, já, megum við komið til Íslands, já, ekkert mál, þá við komin fulla lagalega heimild til þess að komin í landið vopnaðir. Það bara í vopnalögum. Og það þetta sem gerist í Úkraínu. Þar fór fólk að mótmæla og síðan var það lögreglan sem að skaut. Nei, semst erlendir aðilar. Og þið sem horfðu á síðasta vídeó, það svo mikilvægt að gera þetta lagalega rétt. Ef það eru gerð ein mistök lagalega, þá getum við tapað Íslandi. Mjög margir Íslendingar geta tapað lífinu og frelsi Íslands mun hverfa. Sko Íslendingar, það búið að gera hverja árásina á fætur annar á Ísland og reyndar Noreg. Ég held að þetta sé jafnvel upphafað árásum á Noregi líka. Og sko það búið að reyna að fá okkur inn í ESB og það búið að reyna að fá okkur inn í Noreg og það búið að reyna við, þið veitir svona, ég setjum upp í eina af þessum frægu dæmisögum, sko. Þetta klassíska sagan nauðgun, sko. Það einhver kall sem að býður einhverju konu heim og gefur henni rauðvín og svona næs við hana og svo vill hann fara að ríða henni og hún segir nei, ég vil það ekki. Og þá býður henni meiri rauðvín og gefur henni mat og gjafir og fleira slíkt og svo vill hann fara að ríða henni og þá segir hann nei, ég ekki tilbúin í það. Og þá snappar hann á einhverjum punkti bara á nauðgar henni. Og það það stig sem við erum á hér á Íslandi. Það búið að vera bjóð, viltu meira rauðvín, viltu þetta, viltu hitt. Og svo vilja menn fara að ríða okkur og þá segir við nei. Og nú þessi nauðgarar sem að ætla að yfirtaka Ísland og sem eru erlendir aðilar og íslensku svikararnir, þeir ætla bara að nauðga Íslandi. Og í slíku ástandi gríðarlega mikilvægt að bregðast rétt við og falla ekki í gildrurnar. Sko eins og í Dodgeball, ég ætla að nota það alveg hiklaust sem líkingu, farið á vídeólegu og leiðið Dodgeball og allt það, að í upphafi þá var þetta bara venjulegt fólk bara í sínu venjulega lífi, svo var eitthvað sem ætlaði að keyra þetta í þrot og allt í klessu. Og þið munið að þau fóru síðan í keppninar og voru eins og fávittar og margtöpuðu og voru niðurlægðu og allt þetta. Við þurfum að ganga þann feril. Við getum ekki látið blekkjast af trikkum sem þessir aðalega gera. Og við verðum bara að taka höggin, sko. Og Dodgeball endaði þannig að þau lærðu leikinn, unnu mótið og keyptu síðan upp hlutabréfin hjá hinum sem ætlaði að ráðast á það. Og það var alltaf sæta konan í myndinni sem var bankastarfsmaðurinn
sem að hjálpaði allt þetta. Og þess vegna kalla ég þeir sem ætlaði að standa með Íslandi í þessu stríð, sko þetta stríð. Það er búið að lýsa yfir stríð á Ísland. Nú eru þau komin í stríð. Og stríð ekki, þetta sem sagt valdstjórnin. Alveg svo alltaf í Afríku og allstaðar í heiminum í Úkraínu og alltaf, þá var alltaf valdstjórnin í landinu svikarinn og vinnur með erlendum öflum og drepur borgarana. Sviptir þá öllum réttindum af landinu og allt slíkt. Þess vegna ég mun líka vitna í Biblíuna svolítið, þegar Biblían undirstaða að allri lögfræði í heiminum fyrr og síðar. Og þess vegna svo mikilvægt að kunna Biblíuna, þess vegna svo mikilvægt í þessum aðgerðum að taka Biblíuna úr höndunum á fólki, því að þar eru grundvallarprinsipin og hvort sem þið trúið eða ekki, þá fylgja þessum prinsipum. Og annars var ég bara löngu búið að drepa alla á Íslandi. Þeir vilja helst að Íslendingar drepi hvor aðra. Hugsið ykkur að ég vilji eignast eitthvað land við hliðina á mér og ef ég fæ hjón og hjónin sem búa að segja bara nei, ég vil ekkert selja sko. En svo lokkaði ég kallinn með einhverju kettlingu til að halda fram í og fæðu alveg til að sturlast og síðan drepa þau hvort annað. Þá fer húsið á markaðinn og ég get fengið að jafnvel fyrir slikka því að erfingjarnir vilja kannski bara losna við það. Eða kannski ég erfinginn, skilur. Þú veist, ef þau eiga engin börn þá ég erfinginn ef ég ríkið til dæmis. Þannig að það hefur verið að leggja fyrir okkur hverja lögfræðilega gildran og fætur annari og til dæmis ein gildran var þessi nýja stjórnarskrá. Við höfnuðum henni og það gríðarleg barátta í gangi núna og stjórnvöld, þar vil ég nota líkingamynd eins og boxara. Að ef að boxari væri bara með eina hendi, þá mjög auðvelt að vinna. Þú ert miklu óhæfari í boxi bara með einni hendi og skiptir ekki máli hvort það hægri eða vinstri hendin, sko. Sama gildir með pólitíkina. Ef pólitíkin bara með eina hendi, þá alltaf að tala um valdstjórnina, þeir sem að innheimta skattana og þrælana sem að borga skattana. Það alltaf skiptingin. Hefur verið frá Babylon. Við þekkjum eiginlega ekki söguna aftar en Babylon, en ok. Og og Majanir og allir á allstaðar svona kerfi. En þetta gert þannig að elitumafían með hægri og vinstri stjórnvöld og þeir alltaf að boxa við okkur lagalega. Við verðum að fá nýja stjórnarskrá. Og þá kannski beita þeir vinstri hlutanum og það segir, heyrðu, við verðum að fá nýja stjórnarskrá og þá horfa allir og þá kemur hægri og kýliði, sko. Svo kemur eitthvað annað mál Já, lækka skatta og kemur vinstri og kýliði, sko. Og þetta bara í gangi og Íslendingarnir eins og liðið í dodgeball í upphafi, og þeir á skiptilyklafundi, þannig að það engin miskunn sko. Að þetta búið að vera í gangi mjög lengi og þeir eins og liðið í dodgeball sem mætti óundirbúið voru svona alveg eins og aumingjar og óþjálfaðir og allt slíkt. Og sama bara eins og ef ég ekki þjálfaður, sko. Ef ég myndi fara á móti heimsmeistari í boxi, ég myndi fara sennilega mjög illa út af því. Og sennilega væri bara eitt svona hrist og svo bara eitt högg og ég bara rótaður. Og hugsanlega verður það þannig núna, við missum Ísland bara svona. En eins og ég var að segja á það ómikið af tilviljunum í gangi. Og ef við rennum yfir fréttirnar, ég held að það sé best að renna yfir ávirkið. Veist það engin hnappur sem ég geti vítt á til þess að vekja vinnu þegar ég ruglast Ég ekki með 20 manns í stúdíu eins og sem Að það búið að vera ómikið af tilviljunum í fréttunum og eitt af lykilatriðunum við hernað að koma hergögnum á staðinn með leynd. Og það annað sem að eitt frægur Rahm Emanuel sagði, og eins og þetta fólk hugsar, hann sagði að láta krísur ekki fara til spillis og þá hann að tala um náttúruhamfarir, hann að tala um alls konar.
Og þið sjáu að það allt núna verið að dæla út sem tengist lögreglustjóranum. Þeir vilja fá ykkur til þess að ráðast á lögregluna. Það trikkið. Og sjá það allt núna bara á suðupunkti í sambandi við, og þið sem hafi séð vídeómynd, þetta líka það sem ég að líka við nautið, þetta rauðu tuskunar til þess að fá okkur að hlaupa í og síðan var þið stungin í bakið eina fyrir henni. Þetta eldgos, kemur samsæriskenningi mín og þessi sviðsmynd, wargaming, stríðsscenaríóið sem ég tel að sé í gangi. Ástæðan fyrir því að öllu hefur verið lokað núna með harðri hendi út af þessu eldgosi. Enginn má fara, það það eftirlýst. Já, hvernig það Ástæðan fyrir að það bannað að fara upp á hálendið að þar eru komin hergögn. Þar eru komin skriðdrekar. Eins og ég vona að ég hafi rangt fyrir mér. Ég vona að ég sé bara fagúlera og fáviti, sko. En það hefur aldrei verið lokað svona með harðri hendi hálendinu þegar eitthvað eldgosur. Þetta alveg nýtt. Og þetta passar alveg inn í, sko, ef þú ætlar að ráðast inn í Ísland, hvernig myndir þú gera það? Ég þarf að koma hergögnum til Íslands, hvernig ger ég það? Hei, kom eldgos, já, takk, maður, þá getum við lokað hálendinu. Og þið munið daginn, þá voru og það búið að minna eitthvað svo einkennilega á þetta hraun. Og þið munið þetta tómu herþotunum sem sem sáust hér daginn. Þessi var munið í Kænugarði að læra þar, hann var á fundum þar. Hitti fulltrúa flokka og ráðherra í Kænugarði. Því hann var að læra hvernig þetta funkaraði á þeim til þess að framkvæma sama dæmi heima á Íslandi. Þess að það búið að airdroppa hergögnum upp á hálendinu, á einhverjum stöðum á Íslandi. Ástæðan fyrir því að það bannað að fara upp á hálendið til þess að leyna því öllu. Ástæðan fyrir að það hafi verið tómar herþotur sem hafa sést á Íslandi að það búið að droppa draslinu út. Og Landhelgisgæslan, það líka fullt af herskipum í kringum Ísland. Norskum og frá NATO. Sko að því að NATO frá stofnun hefur aldrei varið neitt. Þeir hafa alltaf verið í árásarstríðinu. Og núna nú verið að reyna að fá ykkur. Það mjög hættulegt að taka að því að í vopnalögum eru plastbyssur skýrgreindar sama og alvörubyssur. Þannig að ég hef gaman að vita, ég reyndar var með eitthvað svona byssuhundir, ég var reyndar bara að tala að fólk væri með veiðibyssuna sín í vinnuna, sko. En það eftirtektarvert að í lögunum talað að plastbyssur, já, innflutningur og framleiðsla og eftirlíkingu með bannaði líka. En það ástæða til að ætla erfitt sig að greina þær frá fyrirmyndinni. Og það voru skrítið að þetta eiginlega fyrsta aðgerðin. Það verið að leiða ykkur í gildru. Þetta mjög hættulegt. Hér upp á þökum eru hermenn, erlendir hermenn. Akkur heldur að þessi kall hafi verið að þvælast í Úkraínu? Akkur var hann þar? Úkraín, Crisis. Og athugið það, leið og búið að skjóta einhvern, þá byrjar bara að liga sögunar, sko. Og allir fjölmiðlar heimsins muni segja skærulegar ISIS skuta á lögreglu á Íslandi eða hryðjuverkasamtökin, hagsmunasamtök heimilanna skutu ráðherra eða eitthvað svona og þá voru það bara lögreglunar á þakinu sem að skuta eitthvað. Drápu úr íslensku lögreglunni. Þeir bera enga verðingu fyrir íslensku lögreglunni. Íslenska lögreglan bara skíturinn undir skónum eins og ég lýsti fyrir ykkur í gær, sko. En við Íslendingar höldum ennþá landin okkar. Við erum á nippi, ef við gerum alvarleg mistök þá getum við tapað öllu, en ef við gerum hlutina rétt, eins og þið gerðu í Dodgeball. Ég reyndar ekkert hissa á því að haldist sem ég sé kolgeða ykkur, en það alltaf leið, þetta snýst ekkert mig. Að eins og í Dodgeball, þeir tóku höggin, tökum höggin bara, ef við töpum öllu þessum drasli sem að
sem menn að missa húsin sín og svo kemur núna nauðungarsölur, nei, það nú bara keyrum við nauðungarsölum, öllu verður hent út á götu, það verður allt gert brjálað. Og norski flugherinn og NATO flugherinn og bandaríski flugherinn og drónarnir sveima Ísland núna. Og já, ég ætla að segja núna, þetta mjög mikilvægt áður en ég gleymi því, að alltaf eftir svona stríð, eftir svona árásir, og það sem að óvinurinn óttast mest, eru réttarhöldin eftir á, stríðskleppal réttarhöldin. Þetta ástæðan fyrir að þau þurfa að fá ykkur út á göturnar til þess að þau verði ekki kærð fyrir stríðskleppi. Af því að til hvers að ræna öllu Íslandi ef að það síðan bara tekið af þeim. Það virkar ekkert fyrir þetta fólk. Það vill halda öllu drasl á Íslandi. Þess vegna það er að egna ykkur í gildru. Þess vegna þurfum við, ég mun halda áfram alltaf á Frelsi TV að tala hvernig við gerum þetta. Núna mjög mikilvægt að til dæmis fólk, bara helst sem flestir, prenti út allar fréttir á fjölmiðlum landsins. Að fólk skrifi niður nöfnin og ef það eru til einhverja myndir af öllum í lögreglunni til dæmis, ef það ekki einhvern lögreglumann skrifi nafni niður. Dokumenteriði allt sem hægt að dokumentera á pappír og felið að pakkið því inn í plast og felið það. Allt land, allir gera þetta. Og aftur í Biblíuna, sagan af Job. Eins og ég segi, Biblían stærsta, elsta lögfræðirit sem við höfum. Biblían grunnurinn undir allri vestrænni lögfræði. Og Job, við munum eftir kallinu Job, þá fór, ég ætla að segja eitthvað bara svona stuttumáli, þetta lagalega sagan á því hvað í gangi í dæmisöguformi sem allir skilja. Satan gekk jörðina og sá, Satan þessi öfl sem verður að lýsa í Biblíunni geta líka bara verið þessi stóru hernaðarveldi gegn almenningi. Þið þurfa ekki að vera trúu til þess að skilja dæmisöguna, Þið þurfa ekki að vera starffræðingar til þess að vita hvað 2 + 2 til þess. Ekki fara, ég nenni ekki að fara út í svona kjafta. Ef þið viljið gera það, þá þetta ekki rásinn fyrir ykkur, Þá hafi eitthvað vilst inn bara. En það sem gerist fyrir Job var að Satan ögraði Guði. Hann sagði við Guð, sjáðu Job hann ekki hann þykir vænt þig af því að þú hefur gefið honum allt, hann á 6 börn og stærsta kúabúið í sveitinni og þú hefur gefið honum allt, það sjálfsögðu elskar hann þig. Og Guð sagði, já, þú mátt taka allt af honum, en þú mátt ekki drepa hann. Og Satan var ekki lengi að því að drepa öll börnin hans og allt, þetta skildi eftir konum hans. Athyglisverð vinkul, ég hef ekki pælt í því fyrir, hann skildi eftir konuna til þess að brjóta Job niður, kannski. Nei, ég veit ekki, og hún var líka alltaf gaggandi í honum, Að þetta það sama, nú erum við í svipuðu ástandi. Við erum í þessu ógurlega veldi og það hugsanlega verður allt rifið af okkur og það var sagt, Guð sagði, og þegar ég segi Guð þá getum við talað um æðri öfl eða Rómaveldi eða skiptir ekki máli hvað það er. Og Satan var að segja, ef ég tek allt af Job þá mun hann fordæma þér með orðum, skilur við. Það þýddi þá sáttmáli milli Guðs og Job var í rofin, bara með orðum. Ef að Job hefði sagt, ég bölva Guði, þá hefði samningurinn farið svona í burtu, Og það það sem í gangi í þessum stríðum, að fólk látið og þjóðir, þetta líka líkingasögur upp á þjóðir, eru ganga í gegnum feril Jobs. Það til dæmis mikið stundar núna af Bandaríkjunum og NATO og CO að hóta að drepa börnin, eða sjálfsmorðsprengju liðið allt saman. Það sagt við að ef þú sprengir ekki sjálfa þig niður í bæ þá drepuðu börnin. Og það var það sem hann gert við Job, hann tapaði börnunum sínum. En í öllum tilfellum, eins og í Ísrael og Sýrlandi, Írak, hvar sem þeir drepa hvað sem alltaf, þetta breytir einhverju. Þess vegna eru þeir að drepa
17 manna fjölskyldur og allt þetta. En ef ég held áfram með sögunum Job, þá stóðst hann þetta. Hann sagði aldrei þessi orð. Og sem þjóð megum við aldrei segja þessi orð, já, við ætlum að ganga í Evrópubandalagi. Eða já, við ætlum að bara leysa þetta eitthvað eins svona. Og þá kemur önnur biblíusaga Job sem seldi fæðingarrétti sinn fyrir 1 súpudisk. Og að því að hann lenti í þrengingum og bróðir hans jagaði í honum stanslaust að gefa upp fæðingarrétt sinn. Svo endaði með að hann var svo hungraður og í svo slæmri stöðu. Hann sagði, ok, fyrir 1 súpudisk skal ég gefa þér fæðingarréttinn. Og það taktíkin sem við erum í gangi núna með að rústa fjárhagskerfinu okkar. Það til þess að við verðum svo hungruð að við framseljum landin okkar fyrir 1 súpudisk. Það það sem í gangi. En Job, hann stóðst prófið. Hann fekk og Satan gerði aðra tillögu á hann. Hann sagði við Guð, já, ég meina, hann við heill heilsu og það allt í lagi með hann. Þannig að það, ég meina, sjálfsögðu sáttur við þig. Og þá sagði Guð, já, þú mátt ganga á hann alveg eins og þú vilt, en þú mátt ekki drepa hann. Og þá fekk hann svona eitthvað alls konar húðak, alls konar ógeð í líkamann. Og það getum við líkt við pyntingar. Við Íslendingar getum búist við því að lenda í skemmtiferð með pyntingaskipinu Þór. Það alveg raunhæfur möguleiki, það gerist. Og þá erum við að ganga í gegnum svona Job-reynslu að við megum ekki láta beygja okkur til að gera stríðverkamenn eða ganga inn í þessa gildru. Við verðum að standast prófið. Og þegar að Job var búinn að fara í gegnum þessa reynslu, þá fekk hann allt 6-falt tilbaka, eitthvað slíkt. Og það það sem að við, ef íslenska þjóðin gengur í gegnum þessa Job-reynslu, þá fáum við allt tilbaka. Og ég fjallaði það áður að það svo mikið að lagalega tæknilegum vitleysum í þessu hjá þeim. Að þegar að þetta, núna kemur, það verður allt bara brjálað. Það verður bara öllu veifað og öllum bjöllum hringt og besta að fara í friðsama ekki þáttöku. Hringiði öll í vinnun og segið þér lasin. Fariði heim til ykkur og horfiði á öll vídeóið mín til dæmis og fleiri sem ég vísa í þið getið hort á vídeóið mín og annara sem ég vísa í heila viku. Og verið þið bara veik. Þetta veldur öllum verulegum áhyggjum, verið bara mjög veik, verið ekkert að mæta í vinnuna. Hittist þið, við verðum að hittast, farið að bókfæra allt sem í gangi og að því að til dæmis það sem að elítan veit, til dæmis elítan á Íslandi og það sem gerist í stríðum, þegar stríð byrjar, þá búið að heppnast að etja saman þjóðfélagshópum. Af því annars fólki morðingjar og þá tapa þeir allir sínu. Þeir verða að fá fólk til þess að annaðhvort að ráðast á ykkur eða berjast innbyrðis. Og núna verið að egna Íslendinga til þess að ráðast á lögregluna. Alveg greinilega, bara ef við horfum á fréttina þá sjáum við það bara, það lögreglan. Og það verður svolítið dælt. Og bara takið höggin, þetta svipugöngin eins og kallað Og það sem elitan hefur lært í gegnum aldirnar að þótt að það þurfa að flýja land eða eftir seinni heimsstyrjöldinni þá kemur þetta tilbaka með afsölinn af eignunum. Þess vegna ríka fólkið, elitumafían, fjárfestir alla sína peninga og að bankakerfið á Íslandi mun lokast fljótt, það verður bara allir bankar lokast á einum degi. Það gerist jafnvel helgina, bara mánudaginn, opna ekki bankar á Íslandi. Það vel hugsanlegt. En það sem að elitumafían hefur keypt í gegnum árin gull, listaverk og lönd. Þú sprengir ekki, það ekki svo auðvelt að sprengja heilt landið, þetta hús og svona slag, það allt ónýtt eftir stríð. En lönd gríðarlega mikils virði og þess vegna málið að ræna Íslendinga landinu. En þeir verða að gera það lögformlega rétt
og af því að þeim hefur ekki tekist að blekkja Íslendinga inn í Noreg eða inn í Evrópubandalagið eða já, þá þarf að fara inn með valdi til þess að plata Íslendinga eða hræða Íslendinga í þetta. Núna er búið að bjóða þér vín og nú er búið að bjóða þér eitthvað fínt og nú bara viltu ekki give it up, sko. Þá verður bara tekin valdi. Og við vitum að þeir sem lenda í nauðgun, það er mjög mikilvægt að vera svolítið undirbúin fyrir nauðgun. Fyrst alveg þá kannski vita hvort þú getur komið undan, gott ef þú ert með eitthvað sjálfsvörnartækni þarna. Og þú þarft að hvað er næsta? Varðveita öll sönnunargögn. Ekki fara í sturtu, farðu beint og láta taka sönnunargögn. Og það er það sem við gerum í þessari nauðgun sem mun núna ganga yfir þjóðina, er að við söfnum sönnunargögnum. Ég farið aðeins lauslega yfir það eins og umboðslaus valdstjórn. Þetta fólk hefur fengið mjög mikið áhuga, sko, ég veit að það er mjög margir sem eru að horfa á mig núna sem eru í valdstjórninni. Ég sé hverjir eru að horfa og bara velkomnir, af því að þetta snýst ekki baráttu við fólk af hold og blóði. Þetta snýst baráttu við andafyrir vonskonar í heiminum. Og ekki fara að vera einhver fábjörn, ég get alveg verið að vitna ykkur Íslendingasöguna með eitthvað slíkt. Að þetta er bara ákveðin lagalegu fróðleikur sem óvinnurinn spilar eftir. Einn dæmis að viðbót, þegar maður í bókskallinn. Sko, ég er kannski rosa góður í hástökki, en ég kann ekki að bóksa, sko. Þannig að þú getur verið alveg frábær manneskja bara með hæstu IQ og mesti vitringur veraldar. Þú getur verið heimsmeistari í blaki eða eitthvað, en ef þú ferð hringinn í boxi og móti fagmann í boxi, bara þungavíkta boxara, þá myndu sennilega ekki standast með 2 högg. Eða tökum þetta ennþá fimleikastelpunar sem eru svona litlu, það eru alveg snillingar, bara gera allt, sko, en setja það með þungavíkta boxara, sjáðu hvað gerist. Þannig að við verðum að átta okkur á stöðunni sem er í gangi. Og áttu ykkur á því að Úkraína er ekki ennþá, þeir féllu svolítið í gildruna í Úkraínu og í öllum múslimalöndum þá er alltaf eins og Írak og sérstaklega Líbíu, þar var fólk alltaf platað út í þessu mótmæli og það var aðalega bara út af mataverðu og fleira slíkt, það tengdist ekkert pólitík, sko. Af því að þeir halda alla stillirófana. Og þið sjáum núna að fara að koma mataskattur á Íslandi til dæmis. Þannig að nú er margir bara að reikna hjá, ég bara mun ekkert lifa. Það er verið að blekkja ykkur og fá ykkur, þetta er hernaðaraðgerð. Við erum komin í stríð. Þetta er reyndar í fyrsta skipti í sögunni sem að NATO ræðst inn í bandalagsríki sitt. Og þetta var mjög frægir heimsatburðir þegar þetta gerist, þetta mun gerast. Það er bara spurning hvað mikið blóð, það eru sérsveitamenn komin til Íslands, Blackwater-menn, það tala líka akkur haldið þið að við sett þetta inn. Þið veitum hvað Blackwater er, það er einkafyrirtæki sem er með her. Með svona herþjónustu. Og það var í 3. greininni og öryggisvara. Þeir alveg geta bara sett inn nafnið Blackwater, sko. Þeir alveg geta sett það. Þannig að, eins og einhver sagði, ég er að stílfara þetta, þegar þeir réðust inn í Palestínu, þá sagði ég ekki neitt. Þegar þeir réðust inn í Víetnam, þá sagði ég ekki neitt. Þegar þeir réðust inn í Írak, þá sagði ég ekki neitt.
Þegar þeir réðust inn í Afganistan, þá sagði ég ekki neitt. Þegar þeir réðust inn í Líbíu, þá sagði ég ekki neitt. Og núna þegar þeir ráðast inn í Sýrland, þá sagði ég ekki neitt. Og núna þegar þeir ætla að ráðast inn í Ísland, þá veit ég bara ekki hvað ég á að segja. Ísland næst og sennilega Noregur líka. Og Wargaming eða stríðsprógrammið bindur svolítið saman Noreg og Ísland. Árásarvopnin, hvað verður notað til þess að ráðast á Ísland? Það er náttúrulega komnar vélbyssurnar. Það var byrjaður falskur fáni með ebóla. Þeir keyrðu ebólafánanum í gegn í Noregi og Norðmenn sá í gegnum hann. Og það læknast enginn á 13 dögum af ebóla og kemur bara eins og blakaðingur. Og ef við horfum á body language í því vídeói þegar læknirinn var að tjá sig sem fékk ebóla, þá sjáum við að þetta er leikrit. Þið sjáum pabban eftir. Þið verða að finna það bara sjálf, þetta á NRK og dagblaði.no og Verdensgang og þessu. Það eru vídeóa sem fréttamenn hafa fundið þegar læknirinn kom fyrst fram. Og pabbi hennar situr við hliðina á henni. Og þið sjáum að hún mætir bara eins og hún að vera að koma að blakaðingu. Og pabbi hennar bara, hún komin, sjáðu hún komin. Og svo eitthvað að faðmast og þið sjáðu bara, þetta ekkert eins og faður og dóttir í eðlilegu ástandi. Það er til dæmis ef að dóttir mín fengi eitthvað svona sjúkdóm, þá ég með bauga undir augunum og ég kæmi bugaður eftir 13 daga á blaða. Ég var ekki bara, hún að fara aftur til Afríku, hún að fara aftur, farðu bara aftur það sem allt ebólaði. Og þá kem ég að þessu ebóludæmi. Leið á Ísland, það engin ebóla, þessi vírus blekking. Og eins og þetta gert í Afríku, þá sett formalín í vatnið eða eitur í USAID-matinn sem gefinn fólkinu. Eða þegar fólk fær bara kvefpestirnar sínar og fer til læknis, þá að sprauta með einhverjum lyfjum sem veldur þeim ebola-like symptoms. Og þannig það gert. Svo ertu komið með eitthvað ebola eða svona eitthvað sem líkist ebólu og þá farið bara meira og meira eitur og þú drefst. Þannig að það læknirinn sem drepur þig. Og aftur eru stóru völdin alveg tilbaka og þetta það sem ég var að tala að vera kopoból, að þeir sem að taka í gikkinn eru dæmdir, það eru morðingjarnir. Þeir sem að taka sprautuna og setja í þig, það eru morðingjarnir. Og þessi elitumafía veit þetta og þið eru blórabögglanir, hjúkrunarfólk. Og þið sem í þessu annur tilviljun muni það var einhver svona allir að koma í súpu til Rauða krossins. Vitið að allir að Rauða krossin kemur í þorp núna í Afríku, þá þeim mætt með sveðjum og grjótkasti. Af hverju allir að fara í súpu núna? Súpa eitthvað sem hún borðar. Það plottið aðferð til að koma eitur í þig eða bara setja formalín í súpuna. Þá fer að sýna svona einkenni og þá fær eitthvað lyf sem drepa þig. Og ástæðan fyrir því að ebólu beitt, hernaða tæknilega, að leið og ebóla kemur, þá eins og núna í Afríku, tökum bara Afríku sem dæmi, það sem að gerast þar núna. Það voru sendir 5.000 hermenn til Afríku til að hjálpa við ebóluna. Veitu hvað 5.000 hermenn að skjóta ebóluna? Þessar vélbyssur komnar til þess að leysa ebóluvanda Íslendinga. Og þar komið líka með þetta programming, eitt sem að maður fylgist líka með hvað að gerast í bíómyndum og sjónvarpsþáttum, að þetta zombie programming að þegar fólk svona mjög veikt og kemur að leita aðstofar, þá fríka allir hermennir út og þá þeir kopoból og trikkið alltaf að fá ókunnuga til þess að drepa ókunna og þeir sem að stýra þessu öllu bara stikkfrí. Og það alltaf verið þannig í verðlaunasögunni. Elitan bara alveg stikkfrí. Þetta þeir ekki að gera neitt. Allir ráðherrarnir og umræðarhópurinn og þessi mafía, þeir eru allir stikkfrí. Allt liðið sem að Bilderberg-liðið, það mun ekkert bíta á þeim. En hjúkrunarfólkið og læknarnir og lögreglan og þetta lið fer allt beina leiðina á Núrnberg. Og
ég að vonast til þess að við komum á þjóðstjórn, eða sem sagt, núna eða eftir, það er líka spurning hvað maður lætur mikið af þessu drasli, ég er búinn að vera að tala um þetta í 1 ár, sko, eða 2 ár, eða frá 2009, hvert við erum að fara. Það getur vel verið að þurfa að dreipast einhver 1000 Íslendingar og Ebola þarf að koma, það er alltaf að fara í klessu, sko. Að þá fara maður, já, þetta sem Axel var að segja. Veist, það getur vel verið að þurfa að koma svona eitthvað svoleiðis fram. En á einhverjum tímapunkti, eins og því munum Suður-Afríku, það var þetta gegndarlaust að drápa fólki og endalaust í 20 ára. Og það endaði með þjóðarráði og þjóðardómstóli. Og þeir sem að fara fyrir mannréttindadómstóla, þessi stríðsglæpadómstóla, eru hermennirnir, lögreglumennirnir á Íslandi, landhelgisgæslan, það þið sem að munu annaðhvort lenda fyrir þjóðardómstóli, það sem ég mun hugsanlega sitja sem dómari, og og fleiri, kannski það verður svona venjulegt fólk eins og ég, ekki heilaþvegið háskólafífl, sko. Og þess vegna kalla ég ykkur út núna. Ef þið komið ekki út núna, þá eru þið sek. Þið eru búin að fá viðvörun. Hér er viðvörunin til ykkar sem eru í læknastétt, þið sem eru í lögreglu og landhelgisgæslu, þið sem eru starfsmenn í stjórnkerfinu og meira sér alla leiðina upp í forseta og forsætisráðherra sem að munu, já, ok, þið getið ennþá snúið við. Núna er tíminn. Ísland er ekki Afríkuríki, sko. Eða Ísland er ekki, við erum búin að greina þetta áður en átökin byrja. Við erum búin að sjá við ykkur áður en átökin byrja. Og við munum ekki gera mistök. Þið munið öll sem eru í valdstjórninni, 20-30 ára aftur í tímann, allir sem eru lifandi, sem hafa tekið þátt í þessu, þið munið lenda fyrir dómstól á Íslandi. Það er alveg á hreinu. Við þekkjum hvað er í gangi og við þekkjum náttúrulögin, lögin í Biblíunni og við vitum að þið getið ekki pynta fólk og fram í morð bara hægri vinstri. Jú, þið getið pynta fólk en þá eru þið líka ábyrg. Og þeir sem sjá pyntinguna, þeir eru ábyrgir. Þannig ef að þú vinnur á Þór eða hefur einhvers staðar orðið vitni á einhverju svona, þetta er aðvörunin þín. Þú hefur verið varaður eða vöruð við. Og í síðasta vídeó fór ég meira tæknilega í það hvernig þið eruð ábyrg. Svona spjáturungar hjá Blackwater voru dæmdir fyrir morð. Og svona í sögulegu samhengi, þetta síðast þegar Ísland var undir svona valdi, þá var þegar kaþólska kirkjan var á Íslandi og var að reyna að gera nákvæmlega sama og var í gangi núna. Og síðan komu kristnir inn og það ég er kristinn og þessi kristnu lögmál sem hafa verið ríkjandi á Íslandi undanfarin ár eru það sem að blessa þjóðir. Og ég er að tala um sögulegar staðreyndir, að Íslendingar hálshuggu biskupinn kaþólska á Íslandi. Þá tók við þetta sem var hinni kristnu og í nokkur 100 ár, ég man ekki alveg dagsetningarnar á þessu, þá vorum við mjög heppin þjóð. Það var miklu betra að búa í Íslandi í nýja síðunum, sko. Og
og þið sem að, ég náttúrulega hef verið mikið í þessum kristna geira, þið eigið náttúrulega vita ennþá meira hvað ég er að segja. Það er búið að leiða ykkur í vill og svima í kirkjunum í langa tíma. Þið eru miklu meira í gyðingdómi heldur en í kristni. Þið fylgið miklu meira Júdasi heldur en Jesú. Bara það sé á hreinu. Í raun ekki að segja Jesús minn, eða að segja Júdas minn. Því að hegðun mjög margra kristna líkist miklu meira hegðun Júdasar heldur en hegðun Krists. Og þannig að herinn er kominn til Íslands. Hergögnin eru komin til Íslands. Á hálandinu eru skriðdrekar, yfir landinu fljúga drónar og herþotur. Og við vitum að Norðmenn eru með stríðsglæpi á höndum sér. Þeir drápu 30.000 manns í Líbíu, saklausa borgar, 30.000. Heldur að þeir svíra eitthvað fyrir sér að drepa 300.000 manns á Íslandi til þess að eignast það allt saman. Landið og miðin og þið munið að einn landráðamaðurinn var á fundum með Svíum og norrænt eitthvað og sko þetta lið er allt saman bara kvislingar. Það er búið að lofa þeim einhverju rosalega fínu sko. Munið það í vídeó áður að tala í vorskuðuna, hvernig færðu fólk til þess að framselja þjóðina, þú lofaði henni einhverju fínu og börn frá átakasvæðum og allir þessi börn sem eru hverju í Bandaríkjunum, þetta fer alltaf í eitthvað svona sjúk partí hjá elitinu þegar þau fara á NATO-fundi eða Sameinuðu þjóðarfundi eitthvað svona, þá eru leynibyrgi út allt það sem er verið að nauðga börnum og drepa þau og allur pakkin í gangi sko. Og það er alltaf að koma meira og meira upp á yfirborðið, eins og all breska konungsfjölskyldan það er bara komið fram í fjölmiðlum að þau eru að stunda þetta. Savell í BBC var á kafi þessu að supplæja börn til konungsfjölskyldunar. Þetta er allt saman að koma upp, þess vegna er þetta lið í gríðarlegri vörn og það er alltaf bara að drepa alla. Einhvern veginn, eins og í Jonestown bara, muni eftir Jonestown, ég hef oft talað það. Að þetta lið sem að það er í sama ástandi og Mr. Jones. Mr. Jones var svona predikari, var að gera eitthvað gott, taldi hann. Og síðan, þetta var svona söfnuð á rosa mikið að duglegu fólki, þetta var allt sem gekk óbúslega vel og stofnað svona eitthvað ríki, alltaf að rækta sinn mat og þetta var óbúslega mörguleiti heilbrigt fólk og ég var til í þetta að byggja upp svona þorp og vera með allt svo komið að einhverju þingmenn í heimsókn og Jones komst að því að Jones gamli komst að því að the game is up eins og þeir segja á ensku. Hann þurfti að horfast í augu við gjörðir sínar og hann hafði þetta ægivald yfir söfnuði sínum. Reyndar nú svona ekki alveg víst hvað var mikið sjálfsmorð því að fólk var gríðarlega mikið af fólki drepið bara með skotið í hnakkann. Að þetta sálar ástand þess fólks sem við erum að glíma við. Þetta ástand, og þið sjáu allan cult of death sem ég var að tala með, sem allan þessar fóstureyðingar og allt eitthvað bara horfið á sjónvarpið, bara þau eru búin að horfa á mig, horfið á sjónvarpið og telliði morðin sem hafa verið í sjónvarpinu í kvöld. Að fólki sem við erum að glíma við í þessu ástandi. Og mikið af þessu fólki sem var drepið, það ætlaði ekkert að drepa sig sjálft. Já, eitt sem ég þarf að segja, það eitt sem ég var að koma fram, að
ég mjög hamingjusam maður. Ég hef engar hugmyndir sjálfsmorð eða neitt slíkt. Ég elska lífið mitt og fjölskyldu minnar og allra. Ég vil að allir lifi og njóti og það hvarflar aldrei að mér að fremja sjálfsmorð. Það mun aldrei gerast. Og ég mun ganga í gegnum pyntingabúðir fyrir land mitt og fyrir Skandinavíu og fyrir heiminn og fyrir Afríku, það sem núna gríðarlega mikið að það eru þjóðamorð í gangi í Afríku og það verður komið með sama módel til Íslands núna, þetta allt sama uppskriftin. Þá ég búin að koma að þessum punkt á hreinu. Það ef að ég fyrst einhvers staðar með 13 kúlugött í hausnum, þá skrifaði ég ekki sjálfsmorðsbréfið. Ég búin að tala við konuna mína og ef að þið drepið mig, konuna mína og börnin mín, þá munum við bara njóta eilífðar á himnum. Það ekkert flóknara en það. Þannig að það sé bara hreinu. En þetta var semst hann Mr. Jones hérna. Hann þetta var ekki alveg ganga hjá honum. Hann var nýðingur, hann nauðgaði, eða var svona ríðandi öllum stelpunum þarna, ungu stelpunum. En sem að líksti því að hann kallaði henni eitthvað af sér. Svo var eitthvað í símanum eitthvað sem svo bara stóð hann og hún hafði aldrei hitt hann fyrir eða eitthvað svoleiðis. Var dóttir eitthvað sem bara í svefni og eitthvað svoleiðis. Og svo stendur hann bara upp á símanum og já, heyrðu, nú ætla ég að ríða þér. Já, ok, svo bara lyfti hann upp pilsinu og reiðinni, sko. Og svo kallaði hann alltaf til sín að hann slægi aftur. Þannig að það þessi elitumafía sem í gangi. Og ég leita myndinni minni, það var hann í Bjónsson, það var mynd yfir stólnum, þeir sem ekki sögur það segir meira en 1000 orð. Förum nú í Mattíusar guðspjalli. Ég átti að vera prestur, ég kann að tóna. Kannski ég þarf að fá sóknargjöld. Hérna það sem að allt snýst þessi sem að muna ekki fortíðina eru dæmdir til að endurtaka það. Nú erum við komin með páfa aftur hérna upp á sker og þessi árásnormenn sem vilja taka skatt af öllu. Og við fórum frá Noregi af því að við vildum ekki borga þeim skatt og við hálshjúkum biskupinn frá páfanum af því að hann vildi eitthvað aflátsbréf. Þannig að þessar rottur eru bara komnar aftur og þær hafa snúið gríðarlega miklu af okkar fólki, okkar víkingum, það hafa verið snúið ofan í skítinn. Og maður sér varla lengur hvar skíturinn hættir og kúkurinn og drullan byrjar. Maður sér enga mun þarna á milli lengur. Og við þurfum að vinna þetta lagalega, tæknilega rétt. Ég hef sýnt ykkur stjórnarskrá sem allir skilja. Ég mun skrifa hægt og bítandi og ef það koma náttúrulega fleiri inn í þetta og við förum að gera eitthvað alvöru, þegar við förum að byggja upp Ísland aftur, við höfum ennþá vald yfir Íslandi. Það engin vafi það á einn eða annan hátt. Og til dæmis allir þessir alþjóðasamningar, allt þetta rugl með skuldir og allt þetta kjafta, þetta allt saman blekkingar. Það enginn sem getur sannað kosningu Alþingis og valdstjórnarinnar eins langt aftur í Íslandssöguna við bara getum munað. Það engar sannanir til. Þetta allt saman blekkingar. Þannig að þótt að einhver komið með, já, við skuldum skrilljón billjónir. Það segir bara, já, hver skrifaði undir þetta? Já, forsætisráðherra og fjármálaráðherra og þessi og hinn og þessi. Já, og hvaðan höfðu þeir umboðið aftur? Já, það frá þjóðinni. Nú, hvernig fenguðu umboðið frá þjóðinni? Já, það var kosið. Já, og hver sá það? Já, það var eitthvað nefnd og eitthvað svona. Já, heyrðu, við viljum fá að sjá það.
Það er sérst undirskriftin undir þessa samninga, alþjóðasamninga, það er undirskriftin undir þessa skuldir sem þeir að bladra Við viljum einfaldlega fá að sjá þessar undirskriftir. Annars getið þið bara tekið þessa pappír og tróðum upp í raskatið á okkur, sko. Og hérna, af því að þér á skiptileikla fundi núna, þá þurfum við að fara að gera leikjastrategíu fyrir næsta leik. Og ég hvað heitir hann, Tom Holligan, eða eitthvað, hérna þjálfara, gaurinn, fílun í tællinu með þér. Ég er svolítið þannig típi. Ég var með svona leðurjakka, þannig ég sendi hann svona leðurjakka. Það er alltaf í þannig leðurjakka. En hérna við þurfum að, ok, við tökum höggin eins og Job, ekki fara niður í bæ, ekki fara fjölmennan eins þar, ef þið fjölmennið verið á heima hjá einhverjum, ekki of mörg, farið yfir allt saman, þið getið farið að koma inn í útsendingar hjá mér, við getum talað þetta, við förum að undirbúa næstu kosningar, í næstu kosningar þá mætum við með skjalfest og vottað hverjir ætla að kjósa okkar flokka. Við þurfum að fara þá leið, við getum líka bara stofnað nýtt lýðveldi þessna, ekki lýðveldi, við getum stofnað fríríkið Ísland. Og hérna, og þá erum við með skjalfast umboð frá þjóðinni. Og það þessi lögfræði er svona eins og fuglabjarg. Það sem öskrar fram stærstu kröfuna, hann vinnur. Og flestir svara ekki einu sinni kröfum, það er bara dæmt að þeim húsið og allt rastlið og þeir svara ekki einu sinni kröfum, sko. Og hérna, við þurfum að vinna þessa öskurkeppni og ef við erum með, ef allir Íslendingar bara það skjalfest að þetta umboð þjóðarinnar, því sleipt á borðið. Og við setjum þessa stjórnarskrá sem svona einfalt og við skrifum lög sem allir skilja. Það verður ekki leyft lengur að nauðga fólki með einhverjum aflátsbréfum eða eitthvað svoleiðis. Þá förum við að ná að snúa dæminu við. Nú ef þið hafið ekki áhuga á því, þá er það bara þannig. Ég hérna, það er fólk sem alveg komið í klessu, alkohólista sem búin að drekka allt frá sér og allt í rusli og allt komið og fólk bara komið í götuna, sko. Þá getur ekki látið það standa, sko. Það getur ekki látið fólk standa. En þegar að fólk stendur upp, þá getur þau stutta. Og hérna, þjálfarinn í dodgeball, hann var lamaður, þannig að hann gat ekkert spila dodgeball. Hann gat stutt liðið sem var að spila. Og hérna, það mjög gott að vita hvað maður starfslýsingunum hans. Það mjög gott. Þetta átti að vera hálftími hjá mér, hérna komið yfir klukkutíma. Það sé ég áhverjandir að rignir hérna út hjá mér. Það allir, það hellingur eftir. Og takk fyrir áhorfið. Og megi Guð blessa þig. Og megi friður fylgja þér og jafnvægi. Og látum ekki blekkja okkur, látum ekki pynta frá okkur landið, látum ekki þessa geðsjúklinga komast upp með að púla Jonestown á Íslandi. Skulum segja nei takk við Jonestown. Og hérna, við byrjum þar. Friðsum ekki þáttaka, vera heima, hringin veik, algjörlega bara chilla. Og þá fer líka þetta lið að berjast innbyrðis. Ég gleymdi fyrir ekki, það þriðja sviðsmyndin, Litla vartan. Það líka hugsanlegt að því að sko íslenska valdstjórnin stærsti eiturlyfjainnflytjandi á Íslandi og sama í öllum vestrænum ríkjum og eiturlyfin eru framleidd í Afganistan og Sævar í Hraunbænum, hann munniði, hann var hérna í Noregi og á Íslandi og hann var í þessum eiturlyfja heimi.
og það voru erlendir hermenn heima á Íslandi og það voru íslenskir sérsveitarmenn sem drápu hann. Hugsanlega voru þetta erlendir menn sem drápu hann, við vitum ekki. Ég held því fram að það veri Jón Bjartmars. Og það annað sem við getum gert núna til þess. Sko, ríkissaksóknari fór bara yfir ferlana, hvort að ferlarnir voru í lagi. Það hefur enginn verið ákærður fyrir morð. Sævar var í sjálfsvörn, það var gert húsbrot hjá honum. Hann skaut ekki eina einasta skoti fyrir hann var ráðist að honum og þá hefur hann rétt til sjálfsvarnar. Þannig að Sævar dó saklaus. Og við vitum að Jón Bjartmars í sérsveitinni. Og ef allir Íslendingar fara núna og skrifa niður ákæru á Jón Bjartmars fyrir morð á Sævari, þá fara spennandi hlutir að gerast. Og ég skora á ykkur öll, ekki fara með hana, farið 1 og 1, ekki fara í undirskriftasöfnun og koma í hóp. Við þurfum að fara að hugsa svolítið strategist, sko. En farið þið með kæru á Jón Bjartmars fyrir morðið á Sævari. Við vitum að hann var í sérsveitinni. Og þið sem að búið með sérsveitamönnum, þið sem eru að spila fótbolta með sérsveitamönnum, íslenski sérsveitamenn eru cirka 50-60 manns. Það voru 3 menn sem fóru inn í íbúðina og drápu Sævar. Þannig ef að þið eru í einhverjum tengslum við sérsveitamenn, þá eru þið í tengslum við morðingja. Það eru 3 á móti 50, sem var á cirka 1 á móti, ég segjum 3 á móti 60. Það er 1 á móti 20 líkur ef þú situr í kaffi með sérsveitamanni, að þú sitir með morðingja í kaffi sem hefur ekki verið dæmdur fyrir morð sitt. Pælið í þessu líka. Að það eru gaurarnir sem tók í gikkinn sem eru ábyrgir fyrir morði. Sævar varðist í sjálfsvörn og það var ráðist inn á heimilið hans. Herðu, takk fyrir komuna. Velkomin í stríðið Ísland. Þetta er orrustan Ísland. Eða sviðsmynd númer 1. Ég sé bara gjörsamlega klikkaður. Sem skulum vona sér rétt. Herðu, takk fyrir komuna. Þið eru frábær. Ég elska Íslendinga og Ísland og sérstaklega elska ég víkingana í okkur. Þessir kvíslingar eru ekki í miklu uppáhaldi hjá mér akkúrat núna. Góða nótt.